Það eru sem sagt tæknilegir örðuleikar. Nei. Góðan dag, þá býð ég ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar númer 234 haldinn hér á bæjarskrifstofu miðvikudaginn 28. maí 2025 segi hann settan. Fundin sitja bæjarfulltrúarnir Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björk Jónsdóttir, Inga Sigrún Baldursdóttir, Friðrik Valdimar Árnason og Kristinn Björgvinsson og varabæjarfulltrúinn Þórunn Brynja Júlíusdóttir og býð hennar hjartalega velkomna á sinn fyrsta fund. Einnig sitja fundinn Guðrún Ólafsdóttir, bæjarstjóri og Ásta Friðriksdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu. Áður en ég geng til dagskrár þá ætla ég að fá að leita afbrigða með að taka fundargerð bæjarráðs númer 426 sem 7. mál á dagskrá bæjarstjórnar hér í dag og þeir sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þannig verður þessi fundargerð bæjarráðs númer 7 og fjöldi mál á dagskrá er því 10 en ekki 9. Einnig vil ég taka fram áður en ég held inn í dagskrána að sá sem hér stendur mun ekki taka þátt í afgreiðslu fjórðamáls, aðal og deiliskipulag Hafnargötu 101 vegna vanhæfis. Þá hefjum við leika og vindum okkur í fyrsta mál á dagskrá. Það er valkostagreining vegna sameininga sveitarfélaga, tekið til síðari umræðu í bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga og orðið er laust. Og enginn kveður sér hljóðs, þá ætla ég að fá að leggja til sameiginlega bókun bæjarstjórnar sem hljóðar eftirfarandi. Tímaáætlun sem lagt var upp með í upphafi óformlega viðræðna sveitarfélagsins Voga, Suðurnesjabæjar og Reykjanesbæjar sameiningu sveitarfélaganna hefur ekki staðist. Bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga telur að of skammur tími sé til stefnu til að vinna málið áfram á þessu kjörtímabili og því verður ekki farið í formlegar sameiningaviðræður að þessu sinni. Þeir sem samþykkja þessa bókun og afgreiðslu vinsamlegast gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í annan dagskrárlið, það er húsnæðisáætlun 2025, lögð fram til staðfestingar drög að húsnæðisáætlun 2025 og orðið er laust. Guðrún, gjör svo vel. Takk fyrir, virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að hafa þetta örfá orð húsnæðisáætlun 2025 sem er lögð fram hérna til samþykkis. Þessi húsnæðisáætlun hún er í samræmi við fyrri húsnæðisáætlunir sveitarfélagsins og það sem gert er ráð fyrir áframhaldandi vexti sveitarfélagsins. Miðspá áætlaðs vaxtar íbúafjölda er 6% á ári en á undanförnum misserum hefur sveitarfélagið þó verið nær eða umfram háspá. Samkvæmt þessu er áætlað að íbúafjöldi verið 2330 byrjun árs 2029 og svona í framhjálaupi þá skal tekið fram að við erum þegar farin að vinna að húsnæðisáætlun fyrir 2026. Takk fyrir þetta, Guðrún. Orðið er ennþá laust og ekki fleiri kveða sér hljóðs. Þá leggjum við húsnæðisáætlun til afgreiðslu bæjarstjórnar. Þeir sem samþykkja hana gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í þriðja mál á dagskrá. Það er endurskoðun aðalskipulags 2024 til 2040.
Tekið fyrir annað mál á dagskrá 70. fundar skipulagsnefndar frá 20. maí 2025. Tekið fyrir að nýju og farið yfir ábendingar og athugasemdir skipulagsstofnunar ásamt tillögum að viðbrögðum við þeim. Lögð fyrir tillaga að aðalskipulagi sveitarfélags Voga 2024-2040 sem lagfært hefur verið vegna ábendingu og athugasemda skipulagsstofnunar. Afgreiðsla skipulagsnefndar var svo hljóðandi. Nefndin samþykkir aðalskipulagstillöguna og leggur til við bæjarstjórn að hún verði send til skipulagsstofnunar til athugunar í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og í framhaldi auglýst í samræmi við 31. grein sömu laga. Og orðið er laust. Guðrún, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Aðalskipulagstillagan, hún hefur verið þó nokkuð lengi í vinnslu og verið mikilagt í hana og nú erum við loksins komin á stað í ferlinu þar sem að svona formlega tímafrestir fara að taka við. Að nú er verið að leggja til þar að segja ef að bæjarstjórn samþykkir að hún sé send inn aðalskipulagstillagan til auglýsingar hjá skipulagsstofnun og þá tekur við 4 vikna ferli og svo í framhaldinu mun sveitarfélag hafa 6 vikur til að auglýsa tillöguna og að fjallum hana, það er 12 vikna ferli. Þannig að á öðru óbreyttu þá mun tillagan öðlast gildi fyrir lok árs. Þannig að það er ánægilegt að við séum komin á þennan stað. Takk fyrir þetta, Guðrún. Teku undir það. Þetta er í mörg að líta þegar kemur að svona viðamiklu máli. Orðið er laust endurskoðun aðalskipulags og fleiri kveða sér ekki hljóðs. Þeir sem samþykkja hana gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Já, ég ætla kannski að fá að lesa upp formlega staðfestingu bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar að aðalskipulagstillaga verði send til athugunar hjá skipulagsstofnun og í framhaldi auglýst. Þá eru komin í 4. mál, það er aðal- og deiliskipulagstillaga Hafnargata 101, tekið fyrir 7. mál á dagskrá 70. fundar skipulagsnefndar frá 20. maí síðastliðinn, tekið fyrir að nýju að lokinni kynningu, skipulagslýsingar og aðalskipulagsbreytingar og deiliskipulags, engin athugasemd barst á kynningatíma en 3 umsagnir frá umsagnaraðilum bárust vegna deiliskipulags og 5 umsagnir frá umsagnaraðilum vegna breytinga á aðalskipulagi. Afgreiðsla skipulagsnefndar var svohljóðandi. Nefndin leggur til við bæjarstjórn að samþykkja tillögu að breytingum aðalskipulagi og tillögu að deiliskipulagi ásamt því og óska eftir því að skipulagsstofnun fá að auglýsa tillöguna að aðalskipulagi samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 112 frá 2010 samhliða auglýsingu aðalskipulagsbreytingar verður nýtt deiliskipulag auglýst. Og orðið er laust. Þá legg ég hana til samþykktar, þessi samþykki hana gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 5. mál fyrir gefiði, það var ekki samhljóða með 6 atkvæðum, ég leiðréttist hér með. 5. mál á dagskrá eru viðaukar 2025, það er tekið fyrir 7. mál af dagskrá fundar númer 427 í bæjaráði frá 21. maí síðastliðinn, lögð fram tillaga viðauka númer 1 við fjárhagsáætlun 2025. Þeir eru svo hljóðandi. Það er ráðgjöf í tengslu við atvinnuuppbyggingu á Keilisnesi. Á 422. fundi bæjaráðs var samþykkt samningur við Athygli EHF varðandi ráðgjöf í tengslu við atvinnuuppbyggingu á Keilisnesi. Áætlaður kostnaðarauki nemur 3,12 milljónum króna og er lagt til að kostnaðarauka sé mætt með lækkun á handbæru fé. Íþróttamiðstöð fyrirbyggjandi aðgerðir vegna leka. Á 420. fundi bæjaráðs var samþykkt tillaga númer 2 í minnisblaði sviðsstjóra umhverfis og skipulagsviðs varðandi úrbætur og fyrirbyggjandi aðgerðir á lekavandamáli í íþróttamiðstöð. Áætlaður kostnaðarauki nemur
4,5 milljón króna og lagt til að kostnaðarauka sé mætt með lækkun á handbæru fé. Þriðji liður þessa viðauka búnaðarkaup í íþróttamiðstöð. Frá fundi númer 424 í bæjarráði var samþykkt beiðni forstöðumanns íþróttamiðstöðum að auka fjárveitingu til kaupa á ryksugu-vélmenni fyrir sundlaugina í íþróttamiðstöðinni í Vogum. Áætlaður kostnaðarauki nemur 1,5 milljón króna og lagt til að aukinni fjárfestingu sé mætt með lækkun á handbæru fé. Og orðið laust þennan lið. Takk fyrir þessu engi hljóðs og þá legg ég þennan viðauka til samþykktar. Þeir sem samþykkja hann gefur merki. Hann samþykktur samhljóða. Þá erum við komin í fundagerðir til kynningar og ég ætla bara að lesa þær hér upp og svo opna ég gef ég orðið laust varðandi fundagerðirnar. Það fyrst að nefna 7. mál bæjarráðs sveitarfélagsins Voga númer 427, 7. mál sömu nefndar númer 426, svo það skipulagsnefndin, fundagerð númer 70, fræðslunefnd sveitarfélagsins númer 114 og frístund- og menningarnefnd númer 124 og orðið laust. Gjör svo vel Eva. Virðulegur forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Í fundagerð fræðslunefndar frá 19. maí undir máli númer 2 var biðlisti vegna haustinntöku ræddur á Suðurvöllum, heilsuleikskólanum Suðurvöllum. Og eins og vitað þá hefur húsnæðismál verið ofarlega í umræðinni hjá okkur og búið til dæmis að taka eina færanlega stofu í gagn og sem var mikil og góð viðbót við sem var nú þegar og rýmkaði aðeins á biðlistan. En svo hefur starfsfólk leikskólans tók sig til og endurskoðaði hvernig hægt að nýta rými og deildirnar betur sem verður til þess að hægt að bjóða eða það skapast nokkur pláss í leikskólanum í haust og vil ég bara hrósa leikskólastjóra og starfsfólki leikskólans fyrir þessa vinnu sem þau eru búin að vinna undanfarið og byrjað að vinna og verður unnið núna í sumar. Þannig að það eru gleðifréttir fyrir okkur að það skapast þarna nokkur pláss og verður til þess að það sé hægt að taka inn fleiri börn í haust. Og í sömu fundargerð máli númer 4 kom skólastjóri Stóru-Vogaskóla og kynnti Erasmus-verkefni sem að eitt af þeim hefur verið að koma í vetur og kynnt þau verkefni sem þau hafa tekið þátt í. Nema hvað á dögunum var Stóru-Vogaskóli veitt formleg viðurkenning aðild að skólaneti UNESCO. Það að taka þátt í svona Erasmus-verkefni veit ég bara sjálf að þetta gríðarleg vinna og sama tíma þetta mikill lærdómur og reynsla fyrir þá sem taka þátt í því, bæði starfsfólkið og krakkarna sem eru þáttakendur í þessu verkefni. Og því þessi viðurkenning bara gríðarlegt hrós og mikill heiður fyrir skólan og vil ég óska bara starfsfólki skólans og nemendum bara hjartanlega til hamingju með það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Eva. Orðið ennþá laust. Björn, gera svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Það mér langar kannski fyrst bara að taka undir með undir fundagerð fræðslunefndar að ánægjulegt og starfsmenn leikskólans allar þakkir skildir fyrir útsjónarsemina að finna þarna út meira pláss og nýta byggingarna betur og bara mjög ánægjulegt að öll börn sem að ná 18 mánaða aldri skuli fá pláss í haust. Þetta svona við erum búin að vera í svolítið óvissu með þetta og svona erfitt að rýna í hvað mikið af fólk að koma og hvernig aldursamsetning en þetta eru bara frábæra fréttir.
og bara einmitt bara fylstu þakki til starfsmanna leikskólans og þeirra sem að þessu komu. En mér langaði að drepa aðeins niður í fundargerð bæjarráðs númer 426 og þá málið 3 sem átak jarðhitaleit og nýtingu styrkumsókn sem ber það nafn. En þetta snýr semst að því að sveitarfélagið er búið að sækja í orkusjóð styrk til þess að fara í hitaveitulögn út ströndina og ef af þessu verður sem að kemur nú kannski ljósfljótlega þá kæmi ríki til með að borga 2/3 af þessari framkvæmd. En þetta er gríðarlega mikið hagsmunamál, ekki bara fyrir þá sem á ströndinu búa, kannski fyrst og fremst, heldur líka bara fyrir þetta sveitarfélag að geta veitt þessa þjónustu með almennilegum hætti. Og svona eins og við vitum öllum búið hér að þetta hlýtur ströndin að verða bara eitt besta byggingaland þegar fram í sækir bara í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Ég er allavega mjög ánægð með það að þetta skulle vera komið í þennan farveg og vonandi fái jákvæð svör sem fyrst. Og þá myndi þetta náttúrulega væntanlega deilast á einhver ár. Mér langaði aðeins líka að drepa niður í 4. mál sem eru færanlegar kennslustofur haust 2025 af því að ef kom nú líka inn á það áðan í sínu máli varðandi leikskólan að þá þetta búið að miklar umræður hér innan bæjarstjórnar og bæjarráðs hvað gera skuli í húsnæðismálum skólans og niðurstaðan núna sú að kaupa einingu af Terra og sem eru svona 2 kennslustofur með svona 2 kennslustofur með einhverjum svona milligangi að mér skilst sem verða komnar í gagni þegar skóli hefst í haust sem ætti að létta alveg vel á því álagi sem þar er núna og það er sama þar eins og ég talaði áðan, það er hent blint í sjóin með hvað margir nemendur eru að hefja nám í haust. Þetta er rosalega erfitt að rekna þetta út en svo ætlum við að byrja á þessu og virðist fullnægi þeirri þörf sem er núna til staðar en við höfum jafnframt að tala við Terra það að geta verið í starthólum með að fá fleiri stofur ef áþarf að halda og ég er bara ánægð með þessa lausn og þetta skulle komið í þennan farveg. Annað var nú ekki, takk fyrir. Takk fyrir þetta Björn. Orðið er ennþá laust og ef ekki fleiri vilja kveða sér hljóðs þá þessa fundargerðir náttúrulega lagðar bara fram og þá legg ég til að fundi verið slitið klukkan 17:52.